komið sæl og blessuð. Við höfum undanfarna mánudaga rætt fjölmiðla frá ýmsum hliðum, stundum verið hér með fjölmenn pallborð, ólíkar skoðanir. Í dag ætla ég að bjóða ykkur bara upp á einn gest. Við ætlum að ræða siðferðisleg álitaefni sem að hafa svona komið upp undanfarið. Eru sumir fjölmiðlar úlfar í sauðagæru, eiga þeir skilið fjölmiðla styrk eins og aðrir fjölmiðlar sem eru eitthvað minna hlutdrægir er spurning sem að ég fæ stundum bara svona síðast í afmælisveislu helgina. Nú, hvað með þessa styrki þarf þá að breyta reglum þá í samræmi við efnistök fjölmiðla. Við höfum orðið vitni að gagnrýni umræðum fjárstyrki til stjórnmálaflokka. Eru fjölmiðlastyrkir að verða eins umdeildir? Við hæfi að þingmaður ræði í sömu andrá fjárframlög, opinber fjölmiðlastyrki og hann gagnrýnir tiltekin fjölmiðl vegna frétta sem að honum kemur illa að séu sagðar. Nú, þetta nú bara svona hlutið þeirra spurninga sem langar að impra á hérna við viðmælanda dagsins. Henry Alexander Henriksson, velkomin til okkar. Þú ert háskólakennari, doktor í heimspeki og siðfræðingur. Heimspekingur sem fæst við siðfræði. Já, heimspekingur sem fæst við siðfræði. Já, ég hef nú aldrei kunnað þennan titil með siðfræðingur. Nei, ok, ég skil. En hérna, þakka þér fyrir að koma. Já, takk fyrir búið. Þú heyrðir innganginn, kannastu svona sjálfur við það að hérna, það séu svona kannski aðeins öðruvísi spurningar íslenska fjölmiðlun núna hjá stórum miðlum eins og Morgunblaðinu en verið hafa? Já, og nú var þetta hérna dæmi sem kannski þú nefndir í upphafi sem vakti alltaf athygli þegar nýr þingmaður segir eitthvað svona, það er nú eitthvað aðtuga, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig hann orðaði þetta, en það var sem það þyrfti nú kannski aðtuga þessa styrki ef það ætti að tala svona. Já, Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokksfólksins, og svo er náttúrulega búið að ræða saman þarna olíu og vatni. Já, og svo maður svona má kannski horfa ekki fingur sér eitthvað örlítið með að stundum segja fólk einhvað hita leiksins og svo framvegis, þetta er svona eitthvað klaufaskapur líka, en það búið að ræða þetta en það gengur ekki það sem hann sagði. Nei, það gengur ekki. En þetta fer náttúrulega inn í svona stóru umræðu og þú fór konstant líka inn á það að það eru bara einfallega stór umræðu hvernig við nýtum opinbert fé og hvernig við reynum að nota opinbert fé til að styrkja lýðræðislega innviði samfélagsins. Já. Og kannski þekktasta umræðan nú undanfari hefur verið til stjórnmálaflokka. Það sem við erum sammála það að það þarf að vera svona ákveðin þetta eru töluverðir peningar og þeir eru nauðsynlegar því við vitum það við getum ekki haft þetta hinvegin að bara fjáraflað fólk geti styrt sko, við viljum hafa jafnræði milli flokka og meira gagnsæi og svo framvegis. Þannig að þess vegna erum við með þessa styrki til stjórnmálaflokkana hér sem ég held að séu flestir sammála að séu nauðsynlegir og margir sem bent á það í umræðinu, þú manst það kannski sem sögðu, við erum að gleyma stóru myndinni, þetta er alveg nauðsynlegt, ekki festast, en á sama tíma er það bara þannig að við vitum það þurfa að vera einhvers konar, það þarf að vera umgjörðum þetta, það þarf að vera einhvers konar hlutlægi mælikvarðar hverjir fá þetta og hvað þarf að sína fram á til þess að þú er rétt á þessu og þá hefst þessi umræða sko minna voru þetta alvöru stjórnmálaflokkar þetta sem sagt er þetta hluti af flokkstarfinu skilaðir þessu og svo framvegis svo náttúrulega eru þetta fjölmiðlarnir sem eru jafnvel ennþá svona þetta er ennþá flóknari fyrirbæri og erfiðar að festa svona hendur á nákvæmlega hvað er fjölmiðl og hverjir eiga það að fá þessu opinberu styrki sem við aftur erum öll sammála að það þarf að hafa einhvers konar kerfi hérna sem aðstoðar svona samfélagslegt kerfi sem aðstoðar þá sem þurfa mest á því að halda til þess að ná svona fjölmiðlar sem ná máli, við erum öll sammála það að það þarf að vera svona einhver grunnstarfsemi hún sé gerð almennilegan hátt til þess að þessi fjölmiðlar eigi skilu opinbera styrki en vandamálið er hvernig búið til þess að hlutlæga mælikvarða þurfa þeir að vera hlutlæga mælikvarðar þurfa þeir að vera til, ég meina hvernig mælikvarða eru þetta og við erum kannski dálítið núna og verður að geta jafnræðis til dæmis ég meina, ykkur fjölmiðl svo stór hann þarf ekki á svo halda, verður hann líka þá alltaf að fá hlutfærslega jafn mikið, það verður alltaf stórar tölur og verður kannski dálítið skrítið að sjá það Norðmenn, að þú nefnir þetta, Norðmenn hafa til dæmis langa hríð sko þegar þeir eru að veita svona dreifbýlistyrki, byggðastyrki til fjölmiðlana, þá veita þeir ekki þeim sem eru öflugastir á markaði
Já, það eru góð rök fyrir að gera það ekki heldur, sem sagt, en ég skil líka rökin fyrir því að við erum aldrei hrifin af svona jafnræðisrökum, við göngum stundum aldrei langt í svona jafnræðisrökum að það þurfi sem sagt ýmislegt sem á að þið opinbera er aðstoða með að þurfi þá allir að fá það því að þetta er opinbert fé. Ég er ekkert endilega vissum að það sé rétt nálgun alltaf. Að því einfaldlega stundum og fé er oft best nýtt að það fari þangað sem þörfir á því heldur en að það fari jafnt yfir alla, þannig að jöfnur getur verið stundum svona misnotað hugtæki í þessu sambandi. Skiptir eignarhald fjölmiðla einhverju máli í þessu samhengi? Nú vitum við að útgerðamenn eiga mokkan. Sumpart bendir þó nokkuð til þess eftir að ný ríkisstjórn tekur við völdum sem ætlar til þess að hækka veiðigjöld og eitthvað svoleiðis sem kemur útgerðamönnum ekki vel. Sumir þykjast sjá það að Morgunblaðið sé bara í herferð gegn þessari ríkisstjórn og eigendavaldið sé bara blómstrandi í ritstjórnarstefnunni. Getur það skipt einhverju máli þegar við erum að ákveða svona opinberan stuðning? Já, í einhverju leiti en sko lýðræðislega held ég að það sé ekkert slæmt að hafa öflugan stjórnarandstöðu fjölmiðil. Við erum náttúrulega, eins og þetta nefna þarna, þá vitum við hvaðan svona helsta eignarhaldið hvaðan það kemur og hvaða hagsmuni er verið að verja þarna. Við þekkjum ritstjóran. Já, það getur spilað inn í og hver ritstjóran spila líka inn í þetta. En í sjálfu sér er að hafa gagnrýnin sem sagt fjölmiðil sem stendur mjög sterkt gagnvart ríkisstjórninni er kannski lýðræðislega ekkert sérstaklega slæmt. Nei. En spurningin er bara hvernig þeir gera þetta og þannig að ég er ekki alveg kannski búin að átta mig á því hversu langt á að fara í þess átt að gagnrýna fjölmiðli fyrir þetta, því að sumt sem hann er að gera einfallega bara það sem gagnrýnin fjölmiðli í sem sagt í ans í sjálfu sér. Ég meina við vitum alveg að þessi flokk, þetta er fjölmiðil sem tengist ákveðnu stjórnmálaflokki sem er óvænt að mörguleiti að minnstu kosti áliti sjálfsins og óvænt í stjórnarandstöðu og kann þetta illa, þannig að við mögum alveg búast við að það sé mjög öflug andstaða sem er sem sagt við þær hugmyndir sem hafa komið, svo ég vil bara til að sjá hvaða hugmyndir sem sagt hverjar það verða í raun og veru og það verður alltaf athyglisvert að sjá kannski hvort að það sljákki í þessari gagnrýni sko, ef hugmyndin er ekki eins róttækar og kannski óttaðist fyrst, þá áttar maður svona á hvað er verið að spila þarna. En já, svona almennt sko, ég held að þetta snerti frekar þetta sko þegar fjölmiðl hefur sterka bakjalla og hefur mikla útbreiðslu og þarfan hlutfastlega sama stuðning og kannski einhver minni sem er að koma einni gagnrýnum sjónarmiðum og framfæri mjög lýðræðislega mikilvægum sjónarmiðum en þurfa að ná svona upp úr jarðveginum sko. Ég er ekki kannski fínu betur varið í það heldur en að halda úti svona sem maður segir svona maður segir kannski að fé sem skiptir ekki öllu máli. Heldur bara styrkir það sem er verið að gera hvort sem er. Því að það eru fjölmiðlar hérna sem við þekkjum sem kannski bara þurfa á þess að halda til þess að geta haldið út einhvers konar starfsemi. Og ég held að svona þumalputtarreglan hljóti að vera svona í lýðræðislegu samhengi er að því fjölbreyttari raddir sem eru þarna úti því betra fyrir samfélagið. Það sem er verst við þetta allt saman er að þarna við værum bara með mjög fáa fjölmiðla sem væru með mjög einsleita raddir og það er það sem er óttast mest. Einmitt. Ein varasöm áhrif sem gætu orðið af því að þingmenn, pólitíkusar séu að sussa á fjölmiðla og jafnvel hóta þeim því að það sé hægt að svipta þá fjárstyrkjum frá hinu opinbera. Ein hugsanleg varasöm áhrif eru að sko fjölmiðla ritskoði sig þann í þá átt að þeir flytji síður gagnrýnar fréttir sem koma stjórnvaldinu illa. Það er augljós hætta. Ég tek eftir því alltaf Helgi Seljan, kollegi minn, sem er endur ekki að starfa blaðamennsku akkurat sem stendur, en maður á nú vonaði að hann komi nú kannski aftur inn í geiran síðar, að hann til dæmis svarar Sigurjóni Þórðarsinni með mikilli ákefð. Hann segir stopp nú þegar Sigurjón ræðir fjölmiðlastyrki og sem sagt efnistök Moggans í samhengi við umfjöllun Moggans flokk fólksins. Hann segir stopp nú, ef forsvarsmenn
þessarar ríkisstjórnar koma ekki fram og taka fortakslaust og ákveðið afstöðu gegn þessum hótunum og fyrirætlunum óhætt að hafa verulegar áhyggjur af því sem koma skal. Svo bætir hann við: það hreint og beint ógeðfellt að heyra þetta og að vitna til ummæla Sigurjóns. Stjórnmálamenn sem ætla að beita valdi gegn fjölmiðlum sem þóknast þeim ekki eru einfaldlega hættulegir. Já, ég held að þessi allir sammála þetta voru algjör afglöp hjá honum að segja þetta. Þannig að ég held að það, og ég vona að mörgu leyti eins og gerist oft þegar afglöp eru framinn að fólk læri á þeim, sko. Ég hugsa að þetta var orðið þess að svona orðræða, hún fer ekki í ganga aftur. Nei. En spurningin alltaf, ég minna, sá þetta einhverjum fræjum, óttast það væri hægt að senda einhvern fram á vígvöllin, segja svona og sem bíða svo afsökunar og segja þetta hafi nú verið mistök, en skilabúðin eru komin á framfæri, sko. Og eins og þú segir, þá náttúrulega svona ritskoðun eða áhrif og ritstjórnarstefnu oft aldrei þögul. Ég meina, þetta fólk ritskoða sjálft sig án þess að kannski gera sjálft grein fyrir því, og ef skilabúðin eru komin á framfæri þá geta afleiðingarna verið alveg gríðarlega alvarlegar. Já, það geta verið það. Við erum öll, finnst mér, eftir ansi langa göngu í blaðamennskunni, mér finnst við öll vera að læra svolítið öðruvísi veruleika, fjölmiðla veruleika núna. Ritstjórnarstefna Moggans hefur breyst eftir að þessi ríkisstjórn tók til starfa. Hún hefur breyst mjög mikið að mínum mati. Það var dag eftir dag eftir dag eftir dag ýmis alvöru hneykslismál eða bara mjög léleg fréttamál sem beindust gegn ákveðnum öflum, og maður ekki vanur að sjá svona grímulausar herferðir eins og hafa verið hjá Mogganum. Ef maður skoðar, mér hefur verið bent á það, ef maður skoðar samband sumra blaðamanna, þeirra sem hafa gengið harðast fram við Sjálfstæðisflokkin, þá þetta mjög ofta annarkvort einhver bein lína eða hafa gengt fyrrum trúnaðar störfum eða eitthvað svoleiðis. Og ég lenti nú sjálfur í þessu, þegar ég fór í framboð fyrir Flokk fólksins í fyrra, að mér fannst ég ekki geta tekið neina umræðu sem dagskrárgerðarmaður eða blaðamaður eða fréttamaður, og þegar ég var hér að ræða við fólk og fólk ætlaði eitthvað að fara að tala um mig sem þá bara sagði ég, því miður, ég get ekki rætt þetta. Þannig að augljóslega fer það ekki vel saman að sama fólk sé í fjölmiðlun og pólitík, og við höfum svona vanist í að það sé ekki gott. Við vorum með flokksblöðin áður fyrr og þetta var með allt öðrum hætti heldur en það í dag. En sem sagt, það sem mér finnst núna vera í gangi að internetið komið, gervigreindin á leiðinni og komin. Fjölmiðlun hefur tekið stakkaskiptum með rekstrar aðstæður fjölmiðla eru mjög veikar. Megnið af súrefninu, bara lífæðin til fjölmiðla, tekjulega lífæðin að miklu leyti farin. Við getum sagt að 60% auglýsingatekna sem íslenski fjölmiðlar hefðu átt að fá séu farin út fyrir landstyrna með efnisveitum og svona, og áskrifandafé mjög lítið sem þannig að þú veist, fyrir mig sem að byrja 1984 í fjölmiðlun, þá eiginlega ekkert líkt með rekstrarumhverfi fjölmiðla í dag og var þá. Það var miklu, miklu, miklu traustara þótt að væri náttúrulega í einhverju svona flokkspólitík. Hvað ég veit að þetta óstór spurning til þess að þú getur svarað henni, en sem sagt, hver besta leiðin fyrir okkur að þínu mati, til þess að við svona þreifum okkur áfram, hvaða mælistiku höfum við það hvað sé eðlilega og góð fjölmiðlun og hvaða braut þurfum við einhvern veginn að feta núna í þessu ástandi sem ég reyna að lýsa? Eitt sem ég held að þurfi og sé dálítið á undanhaldi í fjölmiðlun, og við rættum þetta áður en við settum síðan niður í upptökuna. Það sem sagt ritstjórn fjölmiðla. Það sem við erum dálítið á undanhaldi einhvers konar ritstjórn, sem sagt fagleg ritstjórn. Það einhvern veginn allt byrt, og ef eitthvað byrt eitthvað vitleysa þá kannast ritstjórnarnir ekkert við það, það bara stöðugt verið að dæla inn efni.
og það engin svona, það engin hliðvörður á hvað sem sagt, það kemur af einhvers konar samfélagsmiðlum, það kemur keypt frá öðrum fréttamiðlum, það stöðugt þessi dæling sem við þekkjum svo vel núna. Það engin sem lesi yfir greinar, aðsenda greinar. Morgunblaðið má eiga það að maður heyri stundum eitthvað kvart yfir því, ég fekk ekki birta greina því ég ætla að einhver var að gagnrýna útgerðin eða eitthvað og verður svo eða mæla fyrir Evrópusambandinu eitthvað svoleiðis og brjálaður að hafa ekki fengið birta grein. Ég verð nú bara að segja að einhverju leyti þá bara þá það einhverju leyti almennilegu fjölmiðill af því að það getur ekki gengið þannig að við bara þessi allt byrt stöðugt og það enginn sem lesi yfir og það enginn stefna, það enginn ákvörðun, við ætlum ekki að byrta svona, við ætlum að og svo þegar við verðum komið með gervigreind meir inn í þetta sem skapandi gervigreind, svona generatíva gervigreind sem mun framleiða efni. Það það sem ég óttast kannski mest í framtíðinni, að þá verður bara dælingin svo stjórnlaus, það engin ritstjórn og það náttúrulega vont að við þurfum að fara aftur, að það sé ekki hægt að vera með ritstjórn sem ekki eins og var á flokksblöðun. Þú nefnir hérna Morgunblaðið á þeim, við sjáum alveg núna að það bara afturkvarf til þess tíma, ég meina mörguleiti minna þessar fyrstu vikur nýra ríkisstjórnir á bara hvernig þjóðviljum var í gamla daga því þeir voru yfirleitt alltaf í stjórnarandstöðu. Sammála því. Þannig þetta var svona sami tónnin, það var bara gripið í allt og allt gert tortryggilegt og það var bara svo þjóðviljum þurfti að gera alltaf, vildi gera það því að það var komin ný ríkisstjórn sem það var því að bandalagi var ekki með í og þetta bara nákvæmlega sama, ég meina Davíð bara að fara aftur til gamla tíma núna og bara það bara ákveðin stefna en getum við ekki haft, það ekki draumurinn okkar að það séu fjölmiðla til það sem eitthvað svona ritstjórnastefna, ritstjóri það þýðir ekki að það sé einn maður sem ráði öllu heldur sé ritstjórn og það sé einhver hugmyndur við byrstum ekki svona, við ætlum ekki að hafa þetta svona það sé einhvers konar fagleg handleiðsla og það þessi svona kannski fagmennska sem að saknar mest frá fjölmiðlum núna. Og hér dettur mann í hug í rauninni hvað fall fréttablaðsins þjóðinni dýrt vegna þess að það frekar stutt síðan. Ég var að starfa þar og ég get sagt þér það ritstjórnarfundirnir þar á mótnana, þar tókust á alls konar sjónarmið þegar við vorum að ræða það hvort við ættum að fara í mál og hvernig við ættum að fara í það. Og þarna voru bullandi hægri menn og einhverjir vinstri sinnaðir og svo bara ræddu við okkur einhverju niðurstöðu en þetta samtal held ég að sé ég held nefnilega að þetta mjög gott dæmi þessi fjölmiðl ekki til á Íslandi núna svona fjölmiðl, það sem ritstjórnarfundur, það rætt hvað erum við að byrta, ég meina hvað leiðir við að fara, ætlum við að fylgja þessu máli eftir eða ekki, mér finnst þetta dálítið vera svona dálítið á einhvers konar ég segi kannski mögulega þessum 2 fréttastofum sem sagt einhverju leiti við fréttastofu Stöð 2 og svo Ríkisútvarpsins en þannig það þarf svona ritstjórnarstefnu en því við erum kannski búin að vera dálítið mikið að tala um þessi blöð sem eru svo með netmiðlana sem kannski flestir hafa svona horfa mest til en mér finnst þetta svona annars vegar eins og ég segi annar MBL komið með einhvers konar bara flokkspólitíska sem sagt svona gamla flokksblaða ritstjórnarstefnu að hluta til og svo einhver algjörlega óriðskoða vitleysi stefnu líka sjá maður setur bara hristur hausinn í meina ef þú ætlar að leggja svona mikla áherslu á þetta á pólitíkina, getur ekki aðeins passa hvaða vitleysa kemur þetta líka hinnu fréttur og svo náttúrulega Vísir sem svona daldið, náttúrulega gríðarlega vinsæll fjölmiðl en hann virðist vera bara einhvern meginn svona með opinn krana og ég veit ekki, það einhvern meginn svona allar aðsenda greinar byrtast og svo skrifa fréttur upp úr því að það rosalega opinn og svona og mikið af fréttum frá þess sem vitnaði í samfélagsmiðla hvað þessi sagði og svo einhver og maður sér það líka út í það svona svipað mikið vitnaði í hvað einhver sagði og svo bara einhvern veginn verið að endur segja einhverja svona frásagnir sem í sjálfu sér á ekkert erindi kannski fyrir alþjóð á ekkert erindi fjölmiðla að vera endur segja svona eitthvað orðaskak á samfélagsmiðlum. Nei og mér finnst þetta allt vekja spurningar stöðu Ríkisútvarpsins að að þú nefndir Stöð 2 nú berast fregnir af því að Sýn rekstrarfélag, Stöðvar 2 Bylgjunnar og Vísis, þetta standi illa fjárhagslega sumir fjölmiðlar hafa verið að birta fréttir það að fjárhagsstaða Sýnar sé viðkvæm það hefur verið talað að ég bara hætta sjónvarpsfréttum, leggja niður þetta og breyta þessu og eitthvað svona sem gerir fólkið sem vinnur þarna
viðkvæmt fyrir sem getur fjölmiðl sem á hrakhólum fjárhagslega, hann er viðkvæmari fyrir bias vegna þess að það getur verið einhver fjármálaöfl sem að spá í að gera hlutafar eða eitthvað svoleiðis að þau getur komið inn og skekkt fréttastefnuna. Ég ekkert að segja að þetta sé að gerast hjá þeim, en hættan sannlega fyrir hendi og við erum búin að vera að ræða mokkan og við erum búin að vera að ræða það að fréttablaðið er fallið og horfið og dottuð úr leik og þá eru bara svona eftir einhverjir minni gerendur fyrir utan Ríkisútvarpið og sko er ekki komin upp svo staða núna að við þurfum einhvern veginn öll að taka nýtt samtal fréttastefnu Ríkisútvarpsins og sem sagt ég svolítið fjallaði það bæði í einhverjum ritrýndum greinum og líka bara svona daglegri umræðu að sko fréttastefna Ríkisútvarpsins er núna í seinni tíð aðalega lýsandi, hún flytur lýsandi fréttir þegar ég myndi segja að ákallið greinandi fréttir svokallaðar sé æpandi, að við þurfum akkurat greinandi fréttir sem kosta pening, sem kosta mannafla og eru þá fréttir sem að ef við getum treyst kannski aðeins betur heldur en frá öðrum fjölmiðlum. Hvað segir þetta okkur almannaútvarpið og sem sagt hvert það skuli stefna? Já, ég held að greiningi þín sé alveg hár rétt, sko. En ég held að sé flestir svona sammála það. Mörguleiti stendur Ríkisútvarpið ágætlega, sko. Jú. En það má, sko, ég myndi halda til dæmis að það myndi þola illa skort og samkeppni, segjum sér svo að fréttastofinu sín myndi henni er lokað eitthvað því, svoleiðis ég held að hann færi þá ennþá meiri en að lýsandi ham, sko. Já, segir hann, segir hún endalaust segir hún, segir hann og enginn veit neitt. Já, ég get alveg ímyndað með það að við vitum það alveg að það þarf sem sagt að vera einhvers konar samkeppni að það milli fréttastofa til þess að þetta séu svona fréttir sem fólk hefur finnst það einhver fá út úr að fylgjast með og læri einhvað nýtt. Já. Og mörguleiti þá dettur fréttastofa RÚV oft í þennan gír eins og þú ert að lýsa. Það eru svona vissulega undantekningar frá því og stundum er maður alveg sáttu við umfjöllun þeirra en það er alveg rétt að ég held að sé flesti sammála það að stundum er þetta frekar veikt, sko. Og ég held líka að þetta sé dálítið þá er ég kannski að tala sjónvarpsfréttir fyrst og fremst. Þetta er svona smá samkeppni þar á milli að ég myndi ekki vilja hugsa til enda ef það er sem sagt það væri ekki að minnsta kosti tvenns konar sjónvarpsfréttir. Já, hérna 2 sjónvarpsfréttatímar hjá 2 aðilum á hverju kvöldi af því að ég held að það yrði hrikaleg niðurstaða að hafa bara RÚV á markaði með þessar sjónvarpsfréttir að þá myndu þeir fara meira í svona þessar sem þú kallaði lýsandi fréttir sem væri gæfu lítið svona litla ástæði til þess að fara í dýrari, flóknari meiri greiningu, sko. Já. Sko það var Lilja Alfreðs ég held um líka að sjá þetta öðruvísi, sko, að það sé sem sagt að samkeppni gera verkum að þá er farið í svona kannski meira léttmeti. Ég er bara ekkert viss það, sko. Nei. Ég held að sé frekar að ef RÚV væri bara eitt þá færi það meira í ég hugsa að gýrin yrði miklu við erum bara nú þurfum við að gæta ennþá meira að okkur og nú verður þetta bara voðalega lýsandi og þægilegt fyrir alla, við getum ekki gert neitt annað en bara komið svona hvað maður að segja svona stuð ekki nokkurt mann, sko, af því að við erum sko, ég held að þetta og þetta er alveg ljóst að við þurfum einhverja fleiri svona fréttamiðla 2 heldur ekki nóg, sko. Það þurfa að fréttastofur fleiri Já, mín reynsla sko að þetta er skítadjobb og ekki fallið til vinsælda að til dæmis ætla að vera aktífur í aðhalds- og eftirlitshlutverkinu í íslenskri fjölmiðlun. Við erum svo fá, það sem ekki nálaðarvandi og ert alltaf strax búin að eyðileggja einhverja stemningu bara í þinni nærfjölskyldu bara með því að flytja einhverja frétt sem að þeir finnst þú þurfa að gera. Og en á sama tíma þá þeir sem skoða mikilvægi gagnrýninnar blaðamennsku, þeir eru allir sammála það að hún er í rauninni okkar verðmætasta blaðamennska, varðhunds hlutverki svo kallaða og á tímum hvað maður að segja á tímum aldar markaðsaflana, getur maður að sagt þegar allt er að safnast á æfæri hendur þá finnst mér að við eigum að vera í hugmyndafræðilegri umræðu
Ríkisútvarpið, fréttastofu Ríkisútvarpsins sem sannarlega þarna einhverja eyju sem að ætti ekki að þurfa að hafa jafn miklar áhyggjur af alls konar þrýstingi, alls konar markaðsmálum eins og einkarekni fjölmiðlar. Já. En eins og ég segi, ég hugsa að þið þurfi líka aðhald bara frá öðrum fjölmiðlum, sko. Já. Það stór hluti af þessu. En við þekkjum alveg hver umræðan það verið að reyna að slökkva þann litla neista sem á þeirri fréttastofu RÚV. Það mjög öflug í samfélaginu sem reyna slökkva þann neista alveg stöðugt. Þau segja það sjálf, fréttamennir þar, að þetta sé stanslaust áreiti. Ég trúi því. Þá segi ég bara, já, so what? Það innbyggt í djobbið. Hættið það að væla og vinniði vinnun ykkar. Já. En eins og ég segi, þetta mismunandi og það sem RÚV hefur þó náttúrulega sem betur fyrir höfuð þennan fjölmiðla því að hann er stór og það ýmislegt sem margir þættir nýttir vel. Þetta er ekki bara fréttastofa. Og saman þetta mörgu leyti ágætlega virkur og hefjalefnaða fjölmiðil núna, sko, finnst mér. Já, það er margt gott. Því að vegna þess að þetta er samnýtt og það er að vera með ýmsviðtöl og greiningu bara í stökum þáttum sem eru kannski ekki beint augljóslega fréttatengdir. En þetta er svona dálítið fjölbreyttur miðil sem og þarf að nýta það betur. Já. En við þekkjum það líka alveg að gagnrýnin og svona kalla þetta bara árásirnar alveg miklar, ég meina það er oft verið mjög blásið þætti svo víðsjá og þannig þætti sko að þeir séu allt of gaggrínir og hvassa þjóðmálaumræðu og fleiri þætti á svipuðum tíma, sko. Og hún alveg virkað stundum þessi strategi að hægri mann að saka fréttastofan alltaf að vera langt til vinstri, sko, þegar það fjærri lagi. Algjörlega. Þá menn einhvern veginn alltaf að passa sig. Ja, þú reynir að færa ramman, sko, þessi gaggríni er ekki hún er ekki ástæðulausu og hún er ekki óskipulögð, sko. Nei. Ekki gleyma því að henni er stöðutaldi við. Einmitt. Það er annað sem ég veist áhugavert að sko, það er Lilja Alfreð sem kemur á þessum rekstrarstuðningi til einkarekinna fjölmiðla og hún er nú ekkert að gera það vegna þess að Íslendingum, Framsóknarflokknum hafi dottið það í hug, þetta er svona leið sem að önnur lönd hafi verið að fara. En sko, hér var það þannig að sko, að úthlutunarnefnd núna skipar einhver sko lögfræðingur samkvæmt tilnefningu Hæstaréttar og svo löggiltur endurskoðandi samkvæmt tilnefningu Ríkisendurskoðunar og svo reyndar einn þarna sem tengdur Háskóla Íslands samkvæmt tilnefningu samstarfsnefndar háskólastigsins. Það fjölmiðlanefnd sem sér umsýslu umsókna og veitir úthlutunarnefnd ákveðna sérfræði aðstoð, sannarlega vegna þeirra. En ég spyr mig samt, sko, er þetta rétt mannað? Ég veit það ekki. Ég held kannski að við þurfum að fá blaðamenn sem ekki blautir á bakvið eyrun meira inn í þessa stefnumótun, ekki síst samanber þetta sem ég var að lesa upp að Helgi Seljan hafði sagt viðsján að ef þú ruggar fjölmiðlavaldinu þá eða ræðist á fjölmiðlavaldi þá ertu svona svolítið að ráðast á varnir almennings, ekki satt? Jú, algjörlega. Sko, nú getum við örugglega báðið verið sammála það er ekki til fullkomin leið til þess að hvernig útluta maður peningum, sko. Nei. Og hverja skipa maður í opinberar nefndir og ráð. Þetta er alveg sem að þekki bara persónulega. Það er alltaf gagnrýni á það og þetta er erfitt að finna svona réttu leiðina. Já. Þannig að ég veit ekki alveg hvað maður ætti að segja ætti að koma í staðinn. En ég vona bara að okkur farnist þannig að við lærum af reynslunni, að það sé lærdómur dreginn af hvernig þetta er að þróast. Já. Það er það sem er stóra málið í þessu að þó þetta fari kannski, þetta er tildulega nýlega að fara á stað. Erum við að læra af reynslunni núna? Ég meina þú segir, er eitthvað samtal í gangi hvað við ætlum að fá út úr þessu? Erum við að læra af reynslunni hvað gengir vel og hvað illa? Erum við að læra sem líka, ég þekki líka mæta vel bara störum öðrum opinberum nefndum og ráðum, erum við að læra af hvernig þetta gengur erlendis, eins og þú ert að nefna?
ég meina, einhver lærdómur dreginn, sko, þetta skiptir kannski ekki alltaf öllu máli, sko, hverju fara inn í þetta og hvaðan koma þeir og svona, heldur er gefin tími fyrir þennan mekanisma til þess að læra af reynslunni. Já. Það er það sem ég hefur alltaf mestar áhyggjur af, að þetta sé bara einhver fundatími skipulagður sem í raun og veru ekkert nema útlöndunin og að taka ákvörðun og þetta er allt og lítill tími og það er engin tími til að svona ígrunda, ég meina, tilkvæmst við að þessu, hefur það tekist sem við ætluðum okkur að gera, tekst það betur annar staðar, höfum við gert mistök og yfirleitt er bara ekki gert ráð fyrir þessum tíma oft í svona opinberum nefndum, sko, og ég þekki það bara þarna maður sem við ætlum að berjast fyrir því að þessi tími sé til og hérna því að það er ekki hægt, það er ekki mögulegt að vera með, sem sagt, við ætlum að gera þetta, við erum með einhver markmið og við fundum strax í fyrstu atriðinu bestu leiðin til að gera það og besta hópin til að gera það og þessum hópi var tryggð allar upplýsingar sem hann þurfti og allir eru ánægðir, þetta bara virkar ekki þannig að ég hugsa þessi og koma gagnrýnisraddir til skila stoppa þær eitthvað stóra leiðin, eru þeir bara sko, meina, er hægt að taka við gagnrýnisröddunum, er þetta fólki með málefnilega gagnrýn oft og þarf að benda á hvað miklu betra að gera þetta svona en kemst það til skila eða bara dettur það dött niður eitthvað staðar ég var einu sinni sjálfur er það bara einhverju svona þáttum sem þetta kemur fram og það er bara hipsum hapskort að fólk sem þyrft að hlusta á þetta er sem sagt að þarna að hlusta það ekki sko. Já, ég var einu sinni sjálfur ritstjóri héraðsfréttamiðils og ég hef heyrt í kollegum mínum til dæmis út á landi núna sem segja að það skipti þá bara sköpum upp á reksturinn að fá kannski 4, 6, 8, 10, 12 miljónir á opinberu fé og þeir geta þá ráðið blaðamenn og geta sinnt hérna nær samfélaginu miklu betur en annars var hægt að gera og það eru margar rannsóknir sem sína það að staðarvitund íbúa hvað sem í heiminum, hún er bara hérna, hún er sterkari og öflugri og ef það er einhver svona nær fjölmiðlun samfélagsmiðslutverk fjölmiðla er mjög mikilvægt, ekki síður en varðhunds hlutverkið og hérna við viljum hafa sem sagt öfluga held ég flest héraðs fjölmiðlun hér og þar þannig að sko sumt í þessu er kannski ekki svo mjög umdeilt en sko mér sýnist hérna á töflu yfir rekstrarstöðning 2024 að Árvakur sem er 124 miljónir og það er ansi hátt hlutfall af heildar fjárhæðinni og það er svona margt sem að hérna má rífast í þessum efnum en svo er líka sko hérna ef við höldum aðeins áfram, mér langar til þess að ræða Ríkisútvarpið aðeins betur við þig að hérna stjórnvöld hafa skipa nefndir til að reyna að styrkja enga fjölmiðlun á Íslandi og svo síðast að hún sagði að þetta með auglýsingar Ríkisútvarpsins og yfirburðastöðu Ríkisútvarpsins á markaði náttúrulega gengi ekki og við sem að höfum hérna, ég hef reyndar unnið á Ríkisútvarpinu sjálfur en ég hef meira unnið á einkareknum miðlum í samkeppni við Ríkisútvarpið um auglýsingar mér finnst þetta algjör hryllingur hvernig hérna harkarar Ríkisútvarpsins í auglýsingadeildinni ganga fram eru kannski á kötti, fá bara meiri laun því hérna fleiri auglýsingar þeir ná í með alla forgjöfuna, með 6 milljarða í opinbert fé frá hérna ríkinu frá þér og mér, þurfum að borga nefskatt sko þessar nefndir sem hafa verið gerðar þær eru alltaf að tala að það þurfi einhvern veginn að breyta yfirburða stöðu Ríkisútvarpsins á sem auglýsingamarkaði sem drepur niður einkarekna fjölmiðlun bara gerir fjölmiðlun fátæklegri á Íslandi en það er eins og enginn leggi í það hvers vegna ekki? Nei, ég veit það ekki. Ég held að þetta er nú bara þetta svo oft sko en það þú segir, ég meina það allir sem skoða þetta segja það sama þannig að þetta er í raun og veru algjörlega óskiljanlegt af hverju það er ekki pólitísku vilji bara til þess að láta eitthvað gerast í þessu Er það ekki bara? Er þetta ekki óskiljanlegt? Þetta er alveg óskiljanlegt og það virðist heldur ekki skipta öllu máli hvaða flokkar eru við stjórnvölin og þannig að ég hef bara einhvern veginn aldrei skilið af hverju þetta gerist ekki
á hvort ekki hægt að grípa til einhverja aðgerð. Það var, eins og þú segir, margir skoða þetta og það var komið fram sem sagt þarna ólíkar leiðir hvernig best að gera þetta og breyta þessu og hvernig hægt að snúa þessu einhvern veginn öðruvísi, en það eins og það vilja enginn taka þetta stökk. Ég hef ekki hugmynd það, sko, hversuna það og þetta getur náttúrulega líka verið, ég raun og veru mörgur leiti mikill eða ekki mikilvægri stuðningur við fjölmiðli heilsinni eins og einn opinberi styrkur, sko, og hefði raun og veru mátt gera þetta, ég ráð fyrir bara á sama tíma, sko. Já. Til þess að þarna svona átt að sjá þessum heildaráhrifum svona opinberi stuðning, sko. Við getum kallað þetta viðskiptalegt siðferðislegt álitamál, þessa yfirburðarstöðu RÚV og auglýsingamarkaði. Já, og svo náttúrulega eins að þú varst að nefna þarna áðan og ég þekki náttúrulega kannski ekkert, en það eru líka alveg sögur í gangi gríðarlega öfluga auglýsingadeild. Já. Sem svona hegðar sér eins og hún sé á einkamarkaði. Já, einmitt. Þetta hefur maður oft heyrt, sko. Eins og ég segi, ég þekki ekki nákvæmlega til þannig að ég vil ekki hafa fara með eitthvað sem kannski passar ekki alveg við raunveruleikann. En þetta hefur maður heyrt og margir bæði sárir og orðið fyrir vonbrigðum að vera í samkeppni við svona öfluga deild. Já, og sko talandur ekstra vanda sínar að það hafi verið gerðar fréttir núna undanfarið sem að segja auglýsingasala þar sé heldur minni í samkeppninu við Ríkisútvarpið heldur en verið efur, sem kann að skýrast af því að mér skýrst að HM Ríkisútvarpið hafi bara þurrkað upp, ryksugað upp allar auglýsingar hjá stærri fyrirtækjum sem eru í boði út á HM í handbolta. Þar vita þær að þeir eru með mikið áhorf, þeir eru sjálfur að sýna þessa leiki og þetta er svona eitt af því sem að getur ekki annað en stór veikt allar undirstöður innlendrar fjölmiðlunar. Nei, eins og þú varst að nefna hérna, við byrjum að tala saman að við talum þessar sögur rekstravanda sín sem maður heyrir, að þetta geti verið leið til þess að þurfi ekki að reka svona fjölmiðil í einhæft eignarhald, sko. Já. Sem mun náttúrulega verið niðurstaðan ef þannig að auðvitað er þetta náttúrulega ekki bara alls ekki nógu gott. Nei. En svo líka, heyrir maður svona raddir það sem fólk er að segja, já, en þetta er mesta samkeppni núna, auglýsingatekjur að fara erlendis og fara annað, sko, hvort sem er, sko. En þá hefur maður haldið að það væri ennilega ennþá, ef potturinn er að minnka, þá skiptir þetta ennþá meira máli, frekar þeim bara að gefast upp og segja, þetta skiptir ekki svo miklu máli. Jú, en þetta er náttúrulega alveg hárrétt og kannski var þetta ekki gert nú heilstætt á sínum tíma, sko. Nei. Að þarna sem fara bæði í þessu auglýsingatekjur og svo hann opinbera stuðning. Vegna þess að sko hugmyndin á bakvið Ríkisútvarpið og hvernig við höfum vanist í að það starfi ef við förum marga áratugi aftur í tíman, það hefur allt breyst síðan. Ríkisútvarpið var bara okkar eini fjölmiðill nánast hér fyrir utan einhver flokksblöð og mikilvægi þess að hlúa að RÚV er bara, sko, það er bara alls konar þjónusta núna sem hefur runni leist af alls konar þjónustu og skildur hins opinbera, einkareikin þjónusta bara hvort sem okkur líka betur að það er náttúrulega vel þekkt, en á sama tíma held ég að séu flesti svona sammálum að við viljum hafa öflugan ríkisfjölmiðil. Já, ég er þar. Já, en þannig að, og hann má ekki verða svo fjársveltur, hann verður of einhæfur eins og sem við talum að það sé bara að minnka svo mikið. Ég meina við þurfum þessa fjölbreyttu dagskrárgerð sem er þarna. Já. Og ég er ekki viss að enga fjölmiðla myndu taka alveg við því, en þetta má þetta breytast eitthvað, sko, það er náttúrulega. Já, ég held að sé ákveðinu ögurstund uppi. Það er samt, sko, hérna náttúrulega gleðilegt að fjölmiðl eins og okkar, við fengum 6 milljónir í fjölmiðlastyrk frá Lilju. Já. Þegar Ríkisútvarpið fær 6 milljarða, Ríkisútvarpið fær 1000 sinnum meira fé en við. Á sama tíma við erum kannski með 40.000 hlustendur og áhorfendur í hverju viku sem slagar upp í það að vera bara Rás 1 eitthvað sem að svona sé með einhverja stæla í þeim efnum en við fáum þarna einhvern smápening og það sem er kannski það sem skiptir samt kannski meira máli er að það er aftur kannski að mynda svona smá stemning fyrir áskrifanda valdi hér á landi sem og annar staðar. Þú tekið eftir því að erlendir fréttamiðlar, þeir eru kannski að rukka þig örfáa dollara, jafnvel bara 1 á mánuði eitthvað svoleiðis fyrir að það sé opin gluggi
og áskrifandur samstöðunar eru eitthvað milli 1500 og 1600 held ég núna sem styrkja þá fjölmiðlunina og geta þá haft eitthvað á ritstjórnarstefnuna að segja bara með því að senda bréf og vera í eiga þetta innan ákveðana gæsalappa. Það kannski jákvætt eða hvað að við erum að sjá svona áskrifandavaldið að einhverju leyti snúa aftur. Já, ég held að það sé greiðlega mikilvægt sko. Að þarna fólk hefur svona á tilfinningunni að það fái þess að borga fyrir sko. Þess að sagt að við erum að fara í gegnum tímabil þar sem svo ótrúlega margt var ókeypis sko. Einmitt. Og hlutir urðu ókeypis sem eru það náttúrulega ekki neitt. Nei. En voru það ekki og einn ángin nýfrálsíkunar. Já, klárlega. Já. Og já, þannig að þetta er svona, ég veit ekki við þurfum, það er alltaf mikilvægt að snúa aftur, en þetta verður ekki samasamt. Fólk svona, við erum að fara aftur í það að þú þurfum einhvað, fólk átt að segja á því að það er betra að greiða eitthvað smávegis, en því miður þetta eins og þú varst að nefna, þetta litlar upphæðir oft og ótrúlega litlar upphæðir með efni sem þú færð af því að þú færð þetta svona, fólk miðar við hluti eins og kannski sem eru alveg fáránlega ódýr eins og þessar sjónvarpsveitur miðað við efni sem þú getur fengið sko. Og þá þannig að við erum náttúrulega, munum ekki fara aftur til kannski nógu langt eins og við þurfum kannski að sem fólk bara borgað almennilega fyrir þessum þetta raun kostnað en sem betur fyrir held ég að fólk sé átt að sjá því að þessi tími það sem bara allt var ókeypis einhvern veginn á netinu og það var bara svona fylgifisku þess hvernig netið blómstraði á okkur tímabili sko. Og náttúrulega samfélagsmiðlarnir sem eru náttúrulega eru ekki ókeypis þó það fólk greiði ekki fyrir þessa þjónustu þá greiðir það annan hátt sko. Og ég er að vona að það sé svona aðeins að verða meiri meðvitund það hvernig í framtíðinni að svona verða til að þetta er ekki eins ókeypis og fólk heldur og við getum ekki með allt í kringum okkur við þennan. Ert þú sjálfur á Facebook? Nei. Á gott hjá þér? Ég fór aldrei á Facebook og aldrei vilja vera á Facebook. Ég hef alltaf haft mikið antipati á þessu dæmi. Og þegar ég var að byrja sem sagt að vera ekki á Facebook þá hans fólkið það mjög skrítið. Ég man svona eftir 2011-12 maður sagði þetta í tíma, kannski upp í háskóla eitthvað, þá heldur allir að maður var að grínast þá var svona taugaveiklunar hlátur í nemenduhópnum og heldum að föttuðu ekki brandara en bara ok, hvað Sjá okkar einsleitu þjóð. Já, og þetta er náttúrulega sumleiti var þetta ekki hægt. Nei, erfitt. Af því að ég betur fyrir að kona mín á Facebook af því að annars hefði börnin ekki tekið átt í frístundastarfi. Þetta var alveg bílað hvernig maður var neyddur að mörgu leyti að vera á Facebook. Svo skánandi, svo breyttist þetta mikið. Og Facebook er ekkert lengur sá miðill sem hann var á þessum tíma. Nei. Og allt annað að tala við fólk það að maður sé ekki á Facebook. Og svo er þetta að koma Meta náttúrulega að koma með fleiri miðlar þannig að maður er eitthvað með endaði þarna niður, maður getur ekki notað samskiptamiðli eins og WhatsApp að vera hjá þessu fyrirtæki sem ég ætla helst ekki vera hjá en maður er því miður þar en að einhverju leyti en Facebook var eitthvað sem ég hafði alltaf mjög illan bifur á og ég svona persónulega held að ég hef nátt rétt fyrir mér ég fór heldur aldrei á Twitter ég hef mjög illan bifur og því líka og einhver, ég var eins og sagt við mig sko að ég var ekki á Twitter sko ég var ekki að taka mig nú alvarlega sko og ég segi bara sko, þetta var orðið þannig einhvern meina að það maður bara var ósýnilegur ef maður var ekki á Facebook og á Twitter þá gæti maður ekki deilt neinu sem maður gerði og fólk held bara að maður þá tækist sig ekki nú alvarlega og maður er bara ósýnilegur og svona sko, sem er kannski alveg rétt að einhverju leyti en sko ég betur fyrr hefur svona fólk orðið gagnrýna í notkun á þessu á síðustu árum, þetta er ekki lengur þannig að fólk er bara alveg stór skrítið að vilja ekki taka þátt í þessu, þetta var alveg gagnrýnislaus nálgun á þessu saman og við sjáum það líka núna, meina hvað er að gerast ég meina, eigendur þessari fyrirtæki eru bara búin að kasta af sér úlfa gerunni sko eigandi Meta var í viðtalið við tímaritið New Yorker 2018 og bar sér mjög illa, bara trúði ekki þetta var mikið gagnrýni eftir kosninguna 2016 það var misnotkun á Facebook víða í heiminum í lýðræðislegum andlýðræðislegum tilgangi
langt viðtal við New York 2018 hann bar sér mjög illa og bara ég búið til skrýmsli, ég verði eitthvað með á tökum á þessu, þetta hræðilegt hvað við erum búin að gera þurfum að eitthvað með einu að skamma það sín bara fyrir þetta og þá var tónnið þannig en svo sér maður í dag og þetta allt komið einhvern veginn sko, þetta alveg komin í hináttina, pendúllin farin og fyrirtækið komið búin að hætta að þykjast vera með einhvers konar samfélagshugsjón sko, bak við reksturinn sko. Þú sagðir áðan að það væri ekki þannig að það kostaði ekkert að vera á Facebook. Getur aðeins sagt okkur nánar hlustendum áhorfendum hvað ert að meina þar? Já, þetta nú bara eins og þess að við erum að tala um þess að fjölmiðla sko, ef maður með ókeypis eitthvað aðgangað einhverju ókeypis, þá náttúrulega það tekið, þá fá þessir aðilar tekjurnar einhvers annar staðar frá. Já. Og þetta náttúrulega þú ert að gefa þínar upplýsingar og þín gögn sem þeir álíta nógu verðmæta til þess að geta rekið sig og verða stærstu og ríkustu fyrirtæki heims. Já. Þannig einhvað hefur gefið. Já. Og það bara vantar dálítið mikið upp á skilning okkar allra, eða var verra, búið að skána, en ég held að sé samt ekki nógu gott. Kom inn og svona, það komu aðri miðlar óvænt inn sem breyttu aðeins þess að þróun sem ég held að vera eins og TikTok og fleira sem náðu aftur ungu kynslóðin einhvern veginn sem var svona orðin aðeins gagnrýnin. En þetta náttúrulega, við erum að borga þetta með einhvern annan hátt. Við erum að selja okkur sjálf í staðinn. Já. Og þess vegna eru svona eins að þú ert að nefna, þess vegna eru orðin svona áskriftarleiðir aftur að verða mögulegar í raun að fólk að bregðast við því, fólk átt að segja nei, ég vil frekar borga, þó þetta sé ekki háar upphæðir eins og segir, stundum er þetta alltaf lágar upphæðir en maður skilur ekki alveg hvað svona fjölmiðlar eru og við erum að sjá miklu meira svona þessa paywalls eða svona borgunarveggi sem þú þarft að fara í gegnum til þess að fá aðgangað efni og fólk átt að segja á því að þá er líklega að þú fáir það sem þú ert að borga fyrir, þú færð enga fyrir peningin af því að þetta ókeypis efni er yfirleitt bara nær ekki máli sko. Nei. Sko ég held að mig segja það við íslenskir fjölmiðlar eða við starfsmenn íslenskra fjölmiðla við höfum gengið inn í gen úlsins hvað var þar sko Facebook að, svo ég fari nú aftur til þess tíma þegar ég var á Fréttablaðinu þá vorum við með vefinn fréttablaði.is og þar skipti öllu máli hvernig Facebook varpaði fréttum okkar fram hvort það fengur lestur eða ekki og það þurfti að vera lestur til þess að kemur auglýsingar og núna erum við á samstöðinni og Facebook okkar megin tæki til þess að varpa fram bæði skrifum fréttum á vefnum án þess hliðs væri mjög fáir sem að myndi sjá okkur fréttir við erum með þáttins og þennan í beinni útsendingu á Facebook og við höfum að vissu leyti sko bara, já, eins og ég segi stungið höfðinu í gen ljónsins eða úlsins ég náttúrulega erfitt að vinda ofan það er rosalega erfitt að vinda ofan að þessu einhverju leyti að ég skil þetta alveg ég skil alveg þetta að fólk gagnrýnir mig fyrir til dæmis að vera ekki á Facebook og núna X-inu og dreif ekki meira efni og ég skrifa grein í blöðinu eitthvað svona, ég sé bara þetta er dött niður að því ég er bara ósýnilegur sko það sama ég skil alveg fjölmiðlum eins og ykkar en þetta er sem sagt við verðum að brjótast út úr þessu að lokum sko og ég held að það muni koma ég held að þetta verði þannig að við munum fá sem sagt raunverulegt val samfélagsmiðla bara eins og veraldavefurinn varð að lokum eða varð sem betur fer ókeypis sem sagt, við höfum aðganga á hennu sem betur fer, ég meina hefði alveg getið að vera þannig að einhver hefur náð bara tökum á hennum og við verum öll að borga fyrir að nota hann sko þannig betur fyrir að nopin við erum að borga fyrir að nota sem sagt ákveðna samfélagsmiðla núna í samtíma þó við gerum ekki kannski með veskinu eða sláum ekki kreditkorta upplýsingar þá þurfum að greiða einhvern veginn maður vonast til að það verði til opið umhverfi samfélagsmiðlana þannig að þú hefur raunverulegt val til þess að fara til þess miðil sem þú ert ekki sem sagt getur verið áskrifandi og ferð á ákveðna þjónustu eða þarft ekki að greiða fyrir með þínum persónulegu upplýsingum það er það sem er draumurinn að þetta veri leyst að lokum að þetta allir samfélagsmiðlar tali betur saman þannig að í raun og veru sést ekki fastur
Þannig að aðili eins og þið getið hafi kannski ekkert sérstaklega mikla ánægju að vera í viðskiptum eða í samskiptum við Facebook, getið valið ykkur frá Facebook með því að bara fara yfir okkur annan plattform, þannig að plattformin tala saman og ég held að tæknilega sé það ekkert lóknar en bara þegar loksins Apple og PC fóru að tala saman sko. Að þetta verði bara þannig að þú ferð inn á samfélagsmiðla, þú hefur raunverulegt val hvert þú ert að fara sko. Hvernig þú ferð inn á það, ekki þú sitt ekki fastur, þú talar bara á Facebook við þá sem eru á Facebook og þú talar við þá sem eru á Instagram eru líka á Instagram og svo framvegis og Exxon og svo framvegis. Þannig að þessir miðlar, samskiptamiðlar, samfélagsmiðlar, sem við köllum það, að þeir séu sem sagt, hafi ekkert að ægivald og eignarhald á okkur. Það ekkert grín til dæmis að fara af einum Nei, það ekkert grín. Það ekkert grín, sko. Nei. Og það þarf einhvern veginn, kannski auðvildast með þess að og maður sér þess að svona þess að þróun, það svona þeir sem gerðu WhatsApp á sínum tíma opnuðu Signal til þess að fara í samkeppni segi við Meta og ég þangaði yfir og mjög margir sem ég þekki til þess að svona og ég að vona að þetta verði og það náttúrulega svona einfaldasta form samskiptamiðla þannig að maður vonar að þetta verði til þess að lokum verði ekki þetta ægivald þessara stóru fyrirtækja sem vonandi skila sér svo aftur í því að auglýsingatekjurnar koma aftur heim. Sem sagt í nýja umhverfi að þetta auglýsingatekjurnar sé ekki svona fara ekki eins mikið til þessara miðla sko. Ég ætla að grípa þessa von feginsendi og ef ekki bara enda spjallið á því að kannski verður þetta bara allt í lagi. Já, en þú sagðir á þannig ögur stund, það mun örugglega ef einhver hlustar á þetta, þá mun einhver segja, það er alltaf verið að segja það. Já. En ég hugsa samt að það sem þú margt til í því hjá þér, sko, að við erum að fara í gegnum kannski svona, ég myndi ekki sko svona 5-6 ára tímabil, sem þetta getur farið mjög illa eða bara ágætlega. Og það er svona hluti sem við rættum kannski ekkert mikið eins og hvernig skapandi gervigreind kemur inn í þessa fjölmiðlun alla og svona. Þannig að við getum talað saman eftir 6-7 ár og þetta fór bara ofboðslega illa og ég var hefði ekki átt að vera svona jákvæður. Eða þetta leystist allt sko. Og við náðum að vinda ofan að þeim aðstæðum sem sköpuðu þess að sem þú kallaðir ögurstund hérna. Ertu til að koma til mín aftur síðar og þá ræðum við bara skapandi gervigreind? Já, ég minna þetta er bara sko, það er alveg óhugulegt að vita til þess að við ætlum að vera með stjórnvöld í Bandaríkjunum í 4 ár sem eru á móti nokkur skonar eftirliti aðhaldi við tæknirísana sko. Já, guðmi góður. Þannig að við erum að missa kannski 4 ár núna af því Evrópusambandi sem Evrópa mun vonandi eitthvað stíga á bremsuna. Já. En í samkeppni við Bandaríkin þá eiga þeir mjög erfitt þannig að við erum að fara mjög viðsjárverða tíma núna bara út af þessari gríðarlega hröðu þróun sem í og náttúrulega kynni vera komin inn í þetta líka og svona þannig að og það er svona þetta lýðræðislega eftirlits hlutverk hins opinbera er rosalega veikt ákvörð að við erum að fara inn í gríðarlega mikilvæga tíma og sem ég segi næstu að missa kannski 4 ár úr því að geta verið með einhvers konar hömlur á þessu að því að næstu, eins og ég segi 5-6 ár munum bara að vera algjör bylting og það er náttúrulega gullöld populistana þegar enginn getur lengur treyst nokkrum upplýsingum. Nákvæmlega það er draumurinn hjá þeim, ekki okkur. Ég hefði mjög gaman að því að við tækjum þessa umræðu bara aftur og í ítalara máli síðar. En kæra þakkir fyrir að koma hingað í þetta fjölmiðla hotn okkar vikulega á mánudögum. Henry, Alexander Henriksson. Og við förum yfir í aðra sálma. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is